blessaður, Stefán Ómar Jónsson. Já, Selguðmundur. Já, gaman að vera með þú ert hérna sonur kaupfélagsstjórans, mann eftir honum í gamla daga. Jú, það er rétt. Ég var nefnilega, gaf þetta svona lítið rit með dagskráni og fór til hans og hann keypti alltaf bestu auglýsinguna sem var á baksíðunni. Vildi alls ekki að Kjörval væri með þá síðu. Ok. Já. En hérna, nú eru aðrir. Slungin. Já, heyrðu, þú ert alveg upp hérna. Já, frá 2 ára aldri. Frá 2 ára aldri, Kem hérna, man í raun og ekkert eftir minn, nema bara hérna í Móselssveitinni, eins og þetta var þá. Og svona allan götu síðan, með svona smá hléum náttúrulega, flutti burtu nokkur ár og bæði hérna innanlands og svo til útlanda, menn ég var að stúdera í Hólaborg og gekkst í Varmárskóla. Já. Og sko byrjaði, mér minnir við byrjaði í Brúalandsskóla bara sem svona 7 ára, 8 ára sko. Akkurat. Eitthvað svolítið, svo við vorum þar yngstu deildirnar. Ég man ekki að hverju eða hvers vegna, en svo förum við upp í Varmárskóla. Það með minnir sko bara þegar maður fer eins og maður kallaði þetta þá í 11 ára bekk og 12 ára bekk sko. Já, það var náttúrulega búið að byggja Varmárskóla. Já, þá er það einhver tíman svona 65-6 eitthvað sliðs. Og Klara, kentu þér? Já. Mér líka. Já, Klara bara á okkur öll sko. Klara á okkur öll sko. Já, var alveg frábær kona. Hérna, svo hvað ferðu að stúdera? Svona þegar þú búið með menntaskóla, þú fórst í menntaskóla væntanlega, hvaða menntaskóla fórst í? Já, ég kláraði gagnfræðaprófið hérna frá Brúalandsskóla í umsjá Gylfa Pálssonar, skólastjóra þáverandi, fer síðan 1 ár í Verslunarskólan og þaðan upp á Bifröst í Samvinnuskólan. Já. Og þar sem sagt 2 ár. Já. Og hérna þá kem ég tilbaka og sem sagt fer þá 1 ár austur á Kolsvöll og gerist þar verslunarstjóri og kaupfélagi Rangæinga. Kollungur, drengur. Og framsóknarmaður væntanlega þá. Ég var nú ekkert að pæla í því hvernig það var, en ef ekki að segja að framsóknarmenn hafi rekið félagsmála miðstöðuna sem var kaupfélagi Rangæinga þá. Svona gamaldags félagsmála miðstöð sko. Jú. Og hérna, og þar var ég 1 ár og þá fer ég í 1 ár til Danmörkur og að stúdera það sem kallað svona bútíksplanlegging á dönsku. Það að segja skipuleggja búðir og hvernig á að raða upp og hvað á að hafa salgetið og til þess og það svo merkilegt Guðmundur að þetta eiginlega ennþá sama lógíkin að miklu leyti, hvernig menn skipuleggja búðir og raða upp og ég hef náttúrulega alltaf verið að fylgjast með þessu gegnum árin, bara svona einskæri forvitni og náttúrulega því maður steig þarna inn á sínum tíma. Mikil markaðssetning. Já, alveg lógík á bak þetta allt saman sko. Já. Þannig að þú stemdir bara á það að taka við að pappa gamla Nei, það var kannski ekki hugsunin, en ég held ég yrði bara sko verslunarmaður í hvítum slopp alveg það sem eftir væri en það gjörbreyttist nú. Jú, eins og lífið getur nú verið. Það dreifur mann í ýmsar áttir. Segðu mér hérna, og hvað svo eftir þetta? Já, þá kem ég hérna heim aftur þegar þetta er búið, alltaf nú fara að gera stóra hluti að skipuleggja búðir, en það var bara enginn að skipuleggja búðir þá og hérna segi ég núna svona, en hérna þannig að það, ég endist ekkert í því lengi vegna þess að 1980 kemur svo auglýsing eitthvað að hérna, stóru blöðunum og það er sem að vera auglýsett til sveitastjórasur í Gerðarhreppi sem að nú heitir Suðurnesjabær, sameinaður Gerðarhreppur og Sandgerði og sem sagt og þá ég byrjað að fylgjast þarna með Jóni Oddvita og Reykjum og Salome sem voru þá hérna í sveitarstjórnarmálunum og Haukur og Helgafelli og hérna og mér fannst þetta svona athyglisvert og fór að fylgjast með þessu og lesa fundagerðir sem að koma nú vélritaðar svona seint og síðan meir og allt þetta og hérna þannig ég taldi mig bara alveg full kláran í það að sækjum að vera sveitarstjóri sér í Gerðarhreppi því að ég hef búin að lesa 10 fundagerðir sko hreppsnettar Mosfells hrepps á þeim tíma og hérna ég man alltaf ég sagði við kona mín að ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu, það er engin líkinda og þú verðir að ég verði ráðinn að við vorum nýflutt í Rathús sem við áttum hérna nýri í Brattholti og svona hún var náttúrulega ekkert á því að við ættum að fara að rífa okkur strax upp aftur og fara eitthvað annað
og þannig að ég hugga hana með því að þetta kemi aldrei til, hún geti alveg róleg sko. já. Og þetta einhvern tímann í október, nóvember eitthvað sliðis og svo hann í byrjun desember þá hringi síminn og þá það Jens Sævar Guðbergsson heitinn oddviti í Gerðarhreppi og spyr mig, viltu ennþá vera sveitarstjóri? Já. Já, þú sótti nefnilega hérna já, alveg rétt, já. Og ég var náttúrulega að svara þessari spurning bara játandi, ég get ekki sagt upp mennin, ég var hættu við þarna bara, og þá senni ég að við eiginlega búin að ræða þetta hérna og viljum ráða þig. Já. Og það var nú bara meira átt að sjokk sko, því að fyrir frúna? Já, og mig líka, því að ég innst inni bjóst ekkert við þessu sko. Þannig að ég spurði mitt Sævar seinna meir sko, hvernig ósköpunum datt ykkur í hug að ráða 24 ára gamlan strákling sko, til að vera sveitarstjóri í þá sko 800 manna sveitafélagi, þetta var nú þó það sko. Og þá segir hann, já sko, þú varst eini umsækjandinn Stefán sem var eitthvað aðeins nálagt mér í aldri, því að þú varst 24 ára og ég 28 ára. Já. Og svo þetta var gamlir kallar í restina og ég vildi hafa einhvern sem var nálagt mér í aldri. Já, ok, gott hjá þér að viðurkenna þetta, það var svona ekki hæfileikarnir eða það. Nei, það var ekki hæfileikarnir. Eða trúin, það var bara aldurinn sko. Já, þannig að þú ert búin að vera viðlóðin sveitarstjórnarmál, bara svona nokkurn veginn, meira og minna. Já, mikið sko, því að ég þarna, kem inn á miðju kjörtíðanbili við fráfall fyrirverandi sveitarstjóra. Já. Til frá 80 til 82, rúm 2 ár sem ég þarna, 2,5 ár eitthvað, og þá fer ég sem bæjarstjóri á Selfossi og þar í 4 ár, 82 til 86 og það var mikil elskirinn og ég var náttúrulega aðeins búin að losna við bleituna á bakvið eyrun á þessum 2,5 ári og var náttúrulega heppinn hérna suður frá, ég var með að tekið með kostum og kynjum af þávarandi sveitar og bæjarstjórum hérna á svæðinu og allir svona svolítið eldri en ég en voru duglegir að hjálpa mér. Já. Og svo kem ég austur á Selfoss og það sama þar, ég lendi þar í fanginu á til dæmis eins og Hafsteini Þorvaldssyni fyrirverandi síðar formanni Ungmennafélags Íslands og fleirum sem þá var bæjarfulltrúi og fleiri góðu menn sem tóku mig undir sinn svona vendarvæng og kendu mér og hjálpuðu mér og allt gekk eitt einhvern veginn og bara rosalega gaman að líta tilbaka og horfa á þetta. Og þegar því líkur að þá var ég ætlaði að fara sem þetta framhaldsnáms í Kaupmannahöfn í Viðskiptaháskólanum, þá fekk ég símhringingu frá Val heitinn Arþórsinni, kaupfélagsstjóra IKEA og hann beðið mig fara í eitthvað verkefni þarna sumarið eftir ég hætti fyrir austan og ég tek það að mér en það eruðu einhver 5 ár sko, þannig að þá var ég að fara nálgast fertugt og það var annarkort að hrökkva eða stökkva þá, þannig að þá hætti ég pakka öll í gám og 40 feta nána tiltekið og það var bara allt flutt í Danmörkur og upp til Álaborgar þar sem vorum í tæp 4 ár og þaðan sín lauk svo meistaraprófi í viðskiptalögfræði. Yndislegu tími, gott að vera í Danmörku, bara rosalega, kannastu það? Já, bara rosalega og svo náttúrulega eftir þetta elsta stelpan mín verður eftir þarna þegar við komum heim og svo fyrir yngri stelpan mörgum árum seinna og þannig að nú þær báðar þarna og tengingar við tveir danski tengdasinnir og þannig að þú ég verð að reyna að halda danskunni við sko. Já, var það ekki? En ég mjög frekur á það, þeir verða að kunna pílít íslensku líka. Já, það verður að fara að milli við. En svo náttúrulega þú er svolítið hlutdrægur, við erum samherjar í vinum Mosfellsbæjar, þetta er þú fórst að stað með þetta og kannski eitthvað sem að knúði þig áfram í því, er það ekki að fara að stað með þessa hreyfingu fólk en ekki flokkur. Það slógan kemur svona þegar við byrjum að tala saman og erum eiginlega búin að ákveða að gera þetta þarna 2018 að stofna Vini Mosfellsbæjar og auðvitað ég var svona að byrja að fá svona hvatningu Stefán, á hverju ferð þú ekki í þetta, þú þekkir þetta allt saman og eitthvað svona
og ég lit svona að hugsa, já, að hver ekki, gaman að prófa að vera hinum megin við borðið, búin að vera lengi embættismanna megin við borðið sem sveitar og bæjarstjóri og svo náttúrulega 12-13 ár sem bæjarritari sko. Þannig ég þekkti náttúrulega þekki vel innviðina hérna, þannig ég lit tilleiðast og við fengum bara alveg fínustu útkomu og ég þriðja stærsta aflið í atkvæðamagni sendi í prósentumagni og atkvæðamagni það er leðandi en ég er bara þakkláttur fyrir það en hérna eins og þú þekkir að svo var komið að þessum gatnamótum núna og þá ákvað ég að leggja stundu feld og eins og ég saði við þig og fleiri ég menna sko ég held að kynslóðaskiptin eiga að vera núna menn ég hef ennþá kraft til þess að íta á bakið á okkur flytja yfir þekkingu og svo framvegis og við það stend ég geri það alveg fullu afli og út komandi kjörtímabil ef að Guð og gæfan lofar eins og maður segir þannig að hérna svoleiðis þetta bara og ég held að og fyrir mig vegna þess að ég þurfti kannski ekki mjög langan tíma til þess að læra á þetta og komast inn í þetta en þeir sem ætla að taka við vinum Mosfellsbæjar eins og þið sem hafi valist núna í forsæti fyrir vini Mosfellsbæjar að það sko, það gefur ykkur fleiri ár og ég efast að ég hefði getað komið sko orðin rúmlega 70 sko og sagt við einhver sem vil taka við að mér þá er orðin hægt á að dytti bara upp fyrir og ég bara trúa þetta á að vera til og ég hef aldrei verið mikið pólitískur í sjálfum sér anda hefur þetta mínar landsmálaskoðanir svona en ekki svona og til að sveitarstjórnarmálin sé öðruvísi þar er þetta eins og slókan okkar það er þetta fólk en ekki flokkur og hérna ég svolítið þar. En ertu náttúrulega komin orðin löggiltur nýjórðin það geta að minnast að þetta í beinni útsendingu þetta er ekki einu svona bein, ég get klift þetta til en það er skiljanlegt að vilja fara kannski að sinna barnaböndum og bönnum og svona einhverju það er en sko það brennur svolítið því að þú ert búin að vera í skipulagsnefnd þessi 4 ár og þú hefur svona ýmsa skoðanir á þessum skipulagsmálum hvernig þetta er og hvernig hvar og hvernig rauninni byggðaþróun í Mosfellsbæ á að vera Jú, ég hérna sko við byrjum bara á skipulagsmálunum per se, númer 1 að þá hef ég sko ég var nú búin að horfa á það í mörg ár og ekki bara kannski hérna á Mosfellsbæ þetta er víðar annar staðar hjá sveitarfélögunum gríðarlega mikil ásókn í þessar deiliskipulagsbreytingar og það sem sagt það var jafnvel að gerast að það kom inn svona fyrirspurnir hvort að við myndum hugsanlega mögulega vilja gera svona breytingu á tilteknu deiliskipulagi fyrir jafnvel alveg í bara eina lóð eða eitt hús og eitthvað svoleiðis og hérna og svo kannski ef maður grófa aðeins í þessu að þá var ég að fylgja einhver óviðkomandi að spurja sá sem var ekki með lóðina og þetta fannst mér og ég ræddi þetta svolítið upphæð við þessa kjörtímabil og sagði þetta gengur ekki við förum ekki að ræða hérna mögulega hugsanlega deiliskipulagsbreytingar hjá einhverjum áhugamanni út í bæ við gerum það ef að lóðarhafinn kemur sjálfur og biður það því að annars bara erum við einhverjum villiköttum þannig að ég held að við höfum nú alveg komist á þá braut í þessari núverandi skipulagsnefnd eða fráfarandi skipulagsnefnd að við bara ræðum þetta og pössum þetta sé í lagi Númer 2 að þá hef ég og sagði fljótlega og segi enn þann dag í dag og áfram við sko þegar það er beðið deiliskipulagsbreytingar og það er gjarnan verið að þétta og fjölga íbúðum í fjölbýlishúsum og svona ýmislegt og sem sagt á forsendum eigandans á forsendum lóðarhafans og forsendum eigandans en ég hef spurt sko hvað græðir samfélagið á því eigandinn fær 2 eða 3 íbúðir meira og styrkir efnahag framkvæmdarinnar en nær samfélagið sem að þarf að þola fleiri íbúðir, meiri umferð og allt þetta bara hvað fær það út úr þessu Jú, bærin hefur tekið greiðslur innviðagjald per íbúð og allt í fína með það en nær samfélagið þeir sem alltaf búi í þessu samfélagi og síðan
líka það og það bara úrskurður sko, það álit umboðsmanns Alþingis sem liggur fyrir og það sem hann segir íbúar verða að geta treyst í að ríkjandi deiliskipulag sem þeir kaupa sig inn í þeir flytja í hverfið eða göttuna eða bæinn eða hvaða stórt svæði skipulagi spannar það verður geta treyst í að það sé ekki vera hræri í þessu nema að sem sagt hvað heitir það svona veruleg hagsmunir hangi á spýtunni eða sem sagt eins og hann meiri hagsmunir séu ríkjandi svona almanna hagsmunir séu fyrir breytingunni og eftir ég fann rakst á þetta álitans fyrir 2 árum síðan einhvers þá ég óspart haft þetta uppi við og sagt við eigum ekki að vera hræri í þessu því að við vitum alveg hvernig það við erum komin í okkar nærsamfélag og við viljum svona halda stabilitetinu og ef við gerum breytingar þá verðum við að gæta þess mjög að allir komi að því og við tökum innkomnar athugasemdir alvarlega og reynum að leita sátta og við höfum alveg, það er alveg komið fyrir að við gerum það sem betur verð og ég bara hrósa félögum mínum í skipulagsnefndinni fyrir það að okkur hefur auðnast það bara sem betur fer að vera með fagmennsku vera með fagmennsku og leita lausna og reyna að leysa í sáttum en ekki að valta yfir einn eða neitt nákvæmlega, það er svo mikilvægt mjög mikilvægt Hvernig sérðu bæinn svona þróast til næstu ára? Hvernig sko, það sem er blasir við eins og mér finnst þá eru 2 megin byggingaflekar í bænum og sem við getum við köllum það hjá vinum Mosfellsbæjar L-laga eða O-laga bæ og þetta fisk eftir því ringir síminn, ég veit ekki við leifum honum bara að ringja það verður kannski verið að rukka rafmagnsreikninga rafmagnslaustur í kem heim nei en E-laga eða O-laga bæ eins og við köllum það er bara að skella á ég bara að skella á það er verið að gera hérna og þannig að þessi 2 megin byggingaflekkar eru Blikastaðlandið annars vegar og svo hins vegar Lágafell að Sólvöllum og Ökrum og svo inn eftir. Og það er þetta sem að ég kalla að slá svona hring utan núverandi miðbæ núverandi þjónustukjarna sem er Varmá og Hlégarsvæðið og Álfhóðsgosinn nýji miðbærin og þetta á móti áður en við förum í risastórt verkefni á Blikastöðum en mátt ekki gerast bara samt ég ætlaði að segja og eða að allavega að draga fram sko kosti og galla og ég get að segja eigi að fara í O-laga bæ ég bara henda þessu upp og en ég vil gjarnan áður en að ráðist í næstu byggðarþróun sem þessi svæði annarkvort eða bæði jafnfætis að einhverju leyti að þá verði skoðaðir valkostir, hvað þýðir þetta fyrir innviði, hvað þýðir ef við gerum svona, hvað þýðir það, þurfum við þá 1 skóla eða 2 skóla, þurfum við 1 leikskóla eða 2 leikskóla, hvernig svona harmonerar þetta inn í núverandi menningu og þjónustu sem veitt á svæðinu og vegakerfi og svo framvegis. Og mér finnst aðeins vanta að það komi lengra með Blikastaðlandið búið að vera svona að velta því upp en ég hef spurt sagt við höfum heitt svæði það er ekkert sem að bannar að við skoðum það en ég hefði vilja vera komin lengra þar til að geta vegið þetta og metið og svo gott að hafa kannski 2 viðsemjendur að vera ekki kannski með 1 viðsemjenda vera með á 2 í einu það er náttúrulega liggur algjörlega í hlutarins eðli þegar að út að semja við einhvern ef hann veit að hann er eini valkosturinn sem hún hefur þá náttúrulega hækkar hann bara verði á bílnum eða ekki eða hvað eða verður erfiðar í samningum hugsanlega mögulega en svo eru náttúrulega þessi innviða hvernig innviðirnir þróist og annað það þarf að vanda vel til verka þegar verið að hugsa þetta því að það er vaxtarverki sem fylgja nú meiri byggð og skynsamlegt kannski að taka þetta í skynsamlegum þróa þetta allt í einu og hanna
og svo kannski að taka þetta í áfengum og skynsum áfengum svona hvert fyrir sig. Já, gott þú kemur inn á þetta vegna þess að í raun og veru, Guðmundur, ekkert sem að knýr okkur áfram núna. Við erum ennþá í Helgafellslandinu það duglugu verktæki með 4. áfangan, Bakki, og síðan Mosfellsbær á hann 5. áfangan og 7. áfangan. Akkurat. Og það all nokkur viðbót sem kemur þarna. Þannig og það styrkir svona þetta miðbæðasvæði hérna og þennan hring sem ég að tala um. Þannig að það ekkert sem að knýr á að við förum rakleiðis í einhverja stóra uppbyggingu. Ég segi frekar, öndum aðeins að því að við þurfum líka að gæta þess að viðhalda núverandi innviðum í byggingum og íþróttamannvirkjum eins og á Varmá og tala um Varmá skóla sem orðin gamall blessaður og allt þetta. Og hefur verið svo sem við að laga hans síðustu ára og allt þetta en á Varmásvæðinu til dæmis og Varmávöllurinn og allt þetta, þarna þurfum við að gera átak og í menningar seturinn okkar á Hlégarði og það hugmyndir sem eru þar, þannig ég held að menningar og listir og líðheilsan og íþróttirnar við sko skuldum þeim pínlítið núna að fara í átak þarna. Og við þannig að mínu viti getum við alveg tekið pásu í frekari uppbyggingu þegar Helgafelli sleppir. Svo náttúrulega líka þetta samtal við nærsamfélagið. Hvernig vilja Mosfellingar sjá fyrir sér Mosfellsbær bara þróast? Viljum við blokkir eða viljum við lágreista byggði eða hvernig viljum við hafa þetta? Akkurat. Og þetta gerist ekki öðru sér heldur en bara að ræða við fólk. Við þurfum að taka samtalið. Það nú bara þannig. Og til þess að geta tekið samtalið þá þurfum við að vera búin að stilla upp einhverjum valkostum, einhverjum hugmyndum og segja, þetta eru grófar hugmyndir, hvaða skoðun hafið þið, komið að borðinu. Þetta var gert til dæmis með í menningamálunum, það var svona íbúafundur stór sem var haldinn á Hlégarði, ég man ekki hvort þú varst þar, en það var alveg undirliggjandi tótt þar að menn sáu fyrir sér náttúrulega viðgerðir á Hlégarði sem var verið að klára núna og síðan að Hlégarsvæðið væri svona miðdepill menningar í Mosfellsbæ. Það kom alveg skýrt fram. Þetta var mjög gott samtal. Þetta þurfum við að gera í skipulags- og uppbyggingamálum líka. Við þurfum að taka þetta samtal og ég segi fyrir mig, ég get alveg haft mínar skoðanir á að við að gera A eða B, en það ekki það sem gildir. Það skoðun íbúana í svona megin þorra skoðun þeirra, þetta verða allir aldrei 100% sammála, megin skoðun þeirra, hver hún og við leiðum hana fram, svo tökum við ákvörðun og höldum áfram, því að þá ekki hægt að fara í bakið á mér eða þér eða einhverjum öðrum og segja þú vildir þetta, þú stýriðir þessu. Nei, ég gerði það ekki. Þú eru íbúarnir sem gerði það. Við þurfum náttúrulega bara að virkja íbúa lýðræðið í þessu sem á svo mörgu öðru. Og ég veit svo sem við getum talað um þetta nú áhuga mál okkar beggja, þannig þess sem við sitjum og við getum talað um þetta endalaust, en ekki bara tilvalið að hafa þetta sem loka orðin? Látum íbúa lýðræðið bara ráða eða virka og skipulag og skipulagsmál og forsendum íbúana með íbúana. Nákvæmlega. Stefán, þakka þér fyrir. Takk sem leiðismyndir.